Jæja, gott fólk, þá eru 199 kilometrar komnir í hús og dagurinn í dag var frá Logroño til Nájera, 28 kilometrar eitthvað svoleiðis. Og það var ekki mikið stopp, við stoppuðum í Navarrete og þaðan frá, þá stoppuðum við eiginlega ekki nema bara í svona almennings görðum eða hvað við getum kallað það sem við settumst niður og fengum okkur vatnssopa og banana og eitthvað. En þetta var mjög þægileg gönguleið, dálítið meðfram ekki síst eftir Navarrete, þá var hún meðfram þjóðveginum. Þannig að ég get nú ekki sagt að hún hafi verið skemmtilega en eitt svoleiðis. Það voru, það sem fyrir augu bara var fyrst og fremst, það voru vínekrur út allt og alveg fallegt og allt það, en svo sem ekkert mikið meira en það. En þetta, við löpum inn í messu þarna í Navarrete, við fórum inn í kirkjuna, þá var presturinn að messa og þannig að ég tók engar myndir þar inni. En í morgun byrjaði ég að labba með manni sem heitir Úreos eða eitthvað svoleiðis, mjög skrýtnu nafni, Slóveni, sem sagði mér frá því og þurfti mikið að tala, sagði mér frá því að hann hefði verið í hernum og hætti þar nú fyrir 20 árum, var í þjónustu þeirra lengi og fannst nú lífið þurfa að bjóða upp eitthvað annað heldur en það að vera þjónustu einhver aðra, og talaði mikið kapitalið og hvað í stríð eru bara fyrst og fremst fyrir kapitalið og þjóna engum tilgangi og svo framvegis. Þetta var mjög áhugavert að heyra fyrir Hermanni. Hann hafði líka miklar svona skoðanir á flestu, fannst ekki að krakkar yngri en 15 ára ætti yfir höfuð að vera með einhverja síma á sér sem gerði ekkert annað en að fara illa með sjálfsmynd þeirra, og það var margt svona annað sem kom fram í okkar tali. Hann búinn að labba marga þúsundir kílómetra, hefur gaman að því að ferðast og vinnu sem sjúkraflutningamaður frá svona miðjum október og þangað til í yfirleitt miðjan maí, og svo ferðast hann bara. En þetta var mjög áhugavert samtal við þennan mann í morgun. Nú svo labbaði ég uppi Len, minn ágæta vin, og við gengum saman restina af leiðinni, sem var líka mjög fínt. Svo áðan þegar ég fór og fekk mér smávegis að borða, þá hitti ég mann frá Hollandi, og hann semst búinn að labba frá Hollandi og hér núna, búinn að labba í 65 daga, og ég hugsa bara með mér, þetta nú bara skrýtna skúfur sem maður að hitta hér. En svona þetta bara, fólki finnst líka mörgu hverju skrýtið að maður sé að leggja þá sig að labba þessa þó 900, sem ég ætla nú bara að ganga með við allavega þá sem að labba miklu meira, ekki síst þessa 2 sem ég hér að vitna í. En heilt yfir var þetta bara þægilegu dagur, þægilegt að labba þetta, og já, eiginlega bara ekkert yfir því að kvarta, nema bara eins og ég segi, útsýni var svo sem ekkert sérstakt, ekkert annað en vínekrur, og að labba með fram hraðbrautinni, en það truflaði mig ekkert. En góður og þægilegu dagur, og við sluppum við rigningu. Það var bara rétt að byrja að rigna núna, þannig að það var auðvitað bara mjög skemmtilegt að það væri þannig. Þannig að þetta var nú dagurinn, og á morgun á nú að vera frekar stuttur dagur þegar maður talar 28 kilometra. Á morgun ætla ég að fara frá Nájera til Santo Domingo de la Calzada, sem eru 21 kilometra eitthvað svoleiðis. Þannig að þangað til, segjum þetta gott. Jæja, þá ég lögð af stað frá Logroño til Nájera. Þetta sé eitthvað tæpir 29 kilometrar í dag. Spáir eins og ég sagði í gær rigningu, en það allavega fjallabjart og sólskin í bili, og ég vona svo sem að það haldist þannig veðrið, en bara meira seinna.
Hvert sem litið eru svona akrar, enda erum við í La Rioja héraði og það er ekkert annað að sjá meir nema hér er lítill bær sem við förum ekki inn í, Ventosa heitir hann. En þarna eru dekkri ský á himni sem geti þýtt þessa rigningu sem voru að spá í morgun. Víneggur svo langt sem augað eygir, alveg saman hvert þú lítur. Jæja, ég er komin hérna í Nájera, ekki að ég segja þetta. Það var ekki falleg aðkoman inn í bæinn, en ég er bara rétt að koma þar út og svo fá mér eitthvað að borða.